Útivist, þín ánægja. Já, komið sæl. Það voru sunnanvindar hjá okkur í dag og nokkuð milt veður getur sagt. Það var að skríða, þetta 14-15 stig sem best lét. En í stóru myndinni þá stjórnast þetta nú allt saman af stöðu veðrakerfa og við sjáum að hér síðdegis að þá voru lægðir hér suðvestur á landi og svo nokkuð myndarlega hæð hér yfir Bretlandseyjum. Langtímaspár gera ráð fyrir að þetta verði nú svona nokkuð þrálátt mynstur. Næstu 2-3 vikur verði svona loftrýmisins frávikið á þessa leið og það bendir þá til þess að verði nokkuð þráláttar suðlægar áttir hjá okkur þá væntanlega með vætutíð á köflum allan á sunnan og vestanlands en þurft að mestu leyti þá á norður- og austurlandi. En við sjáum það að það sem að gerast til morguns að skil hér vestur af landinu þrýsta aðeins á að koma inn á sunnan og vestanvert landi þegar líður á morgundaginn. En það ætti nú að verða þurft að mestu leyti þá á norðan og austanlands og sunnanáttin eins og ég kom hér inn á hann og hún náttúrulega að bera hér til okkar lít loft og við búum að þetta verður svona nokkuð við þeim að þá hjá okkur næstu daga og jafnvel vikur. Já, á nærsviðinu þá sjáum við að það var tiltölulega bjart yfir norðanverðu landinu nú klukkan 19 en skýjað öðru leyti en úrkomu lítið og við sjáum að það nokkuð snörp suðaustanátt hér á undan þessu skilum þegar þau fara að þrýsta á getur hæglega verið þetta 10-15 metrar á sekúndu en hægari vindur þegar austan dregur. Skilin koma síðan svona snerta hér suðvestanvert landi þá í fyrramálið og klukkan 14 verður þetta staðan á þessa leið 10-15 metrar á sekúndu hér á undan skilunum, hægari vindur að öðru leyti og hitatölur geta hæglega verið að fara í 15 stigin þá norðanlands en við sjáum að það nú svona sem að það heilt yfir nokkuð milt á landinu þetta 10-15 stiga hiti og bjart veður á norðausturhorni landsins og síðan þegar líður á morgundaginn þá svona fara skilin lengra til norðausturs, það rignir áfram á suðausturlandi fram á nótt og það styttir upp tíma í öðrum landshlutum og þegar við komum hér fram á miðvikudag þá úrkom norður nokkuð skúrakennd bæði sunnan og vestan til á landinu, bjart veður á norður og austurlandi svona að mestu leyti og hitatölur áfram nokkuð áþekkar, þetta 10-15 stig og væntanlega þá hlýjast á norðausturhorni landsins. Og svo sem ekki mikið sem breytist hjá okkur síðan frá miðvikudegi til fimmtudags, allan svona fyrri part fimmtudags að þá verður þetta nú svona nokkuð veginn á svipuðum nótum, skúrakennd úrkoma og getur verið dágóð úrkoma í þessu þegar klakkan kom inn. En svo að sjá að á fimmtudagskvöld að þá nálgist lægð hér úr suður og hún verður nú nokkuð kröpp þannig að á fimmtudagskvöld og aðframhald föstudags að þá geti verið orðið vel hvasst hjá okkur og við sjáum það hér þá á föstudeginum austlæg eða suðaustlæg átt og rigning víða land en áfram það nú svona nokkuð milt í þessu hjá okkur. En hvað varðar veður út í hinu stóra heimi að þá sjáum við að það háþrýstisvæði yfir Bretlandseyjum á morgun og sólríkt þar slóðir sem og víða í Skandinavíu. Skúralengar í norðurhluta Noregs og við sjáum þeirra skríðum hér til suðurs að hitatölur hafi verið að lækka dálítið. Það búið að vera að skríða kalt loft til suðausturs inn yfir álfuna og það hefur oft í för með sér að það verður nokkuð svona óstöðugt við veðurlagið og mikla dembur víða í Alpalöndunum og jafnvel mestallan hluta Ítalíu. Þó fínasta veður hér í suðausturhlutanum, bæði sólríkt og áfram nokkuð hlýtt og við búum að það geti gert þrumuveður allan að síðdegis í Barcelona en á öðru leyti sólríkt á Íberíuskaganum eins og þetta kort bendir til. Nokkuð hefðbundið veður á Kanaríeyjum á morgun, hlýtt og sólríkt víðast hvar og svo endum við hér í Norður-Ameríku, sjáum í miðríkjunum og þar víða góðar skúradembur og þrumuveður á ferð en sólríkt á stórum svæðum í Kanada og hitið bara alveg bærilegur og víðast hvar yfir 20 stigum.
En það er þessi suðlægar áttir í þessu hjá okkur næstu daga og viðbúið að verði bæði nokkuð hvasst og muni rigna hér sunnan og vestan til á morgun. Verið sæl.